Góðir sveitarstjórnarfulltrúar og starfsmenn, býð ykkur velkomin til 21. fundar sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar sem haldin hér í Skjólbrekku í Mývatnssveit í dag. Það eru nokkur forföll aðalmanna. Knútur Emil fjarverandi, í hans stað hér Anna Bragadóttir varamaður, eins Eygló Sófusdóttir fjarverandi og í hennar stað Einar Örn Kristjánsson varamaður lista. Eru einhverjar athugasemdir við fundarboð? Svo ekki, þá göngum við til dagskrár og á dagskrá í dag, fyrst á dagskránni lögð fram fundargerð stjórnar menningarmiðstöðvar Þingeyinga frá 22. febrúar síðastliðinn. Fundargerðin í 14 liðum og hún sem lögð fram til kynningar. Annar liður á dagskránni í dag að þar fundargerð aðalfundar Veiðifélags Mývatns 2023. Fundurinn fór fram þann 19. febrúar síðastliðinn og fundargerði hér með lögð fram til kynningar. Þriðji liður á dagskrá í dag boð á aðalfund Mýsköpunar ehf. Sem haldinn verður á Hótel Beraya í Mývatnssveit eða í Reynihlíð þann 30. mars klukkan 17 og tillaga að sveitarstjórn feli Önnu Bragadóttur að sitja fundinn fyrir hönd Þingeyjarsveitar. Þeir sem geta samþykkt það, vinsamlega skeiði merki. Og það eru allir samþykkir því. Fjórði liður á dagskrá í dag, það til umfjöllunar samstarfssamningur sveitarfélaganna vegna heilbrigðiseftirlits Norðurlands eystra og lagt fram bréf frá SSNE frá 7. mars síðastliðnum þar sem óskað eftir því að sveitarstjórn taki til umræðu drög að uppfærðum samstarfssamningi vegna heilbrigðiseftirlits Norðurlands eystra. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki. Þá lagt til að sveitarstjórn samþykki samninginn eins og hann framlagður. Þeir sem geta samþykkt það, vinsamlega skeiði merki. Og það samþykkt samhljóða, takk fyrir það. Næsti liður á dagskrá, það 5. liður á dagskránni í dag. Það deiliskipulag í Vogum 1, breyting á deiliskipulagi í Vogum 1 í Mývatnssveit. Málið var síðast á dagskrá 9. fundar skipulagsnefndar 15. febrúar síðastliðinn. Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar barst þann 15. mars síðastliðinn erindi frá innviðaráðuneytinu þar sem áframsendur tölvupóstur frá einstaklingi sem óskar þess að innviðaráðuneytið hafni beiðni sveitarfélagsins veitingu undanþágu frá D-lið í grein 5325 í skipulagsreglugerð nr. 90/2013 og ráðuneytið veitir sveitarstjórn hér með tækifæri til þess að koma sjónarmiðum sínum á framfæri áður en að tekin verður afstaða til undanþágu beiðninnar frá þessari grein í skipulagsreglugerð. Einhver sem vill taka hér til máls? Svo ekki. Þá lögð til hér bókun sveitarstjórnar að sveitarfélagið hefur nú þegar samþykkt breytingu að deiliskipulagi og fól skipulagsfulltrúa að leita undanþágu frá D-lið í grein 5325 skipulagsreglugerð. Afstaða sveitarstjórnar til málsins óbreytt og sveitarstjórn felur skipulagsfulltrúa að svara erindi ráðuneytisins. Þeir sem geta samþykkt þessa bókun og hún samþykkt samhljóða. 7. liður á dagskrá fundar í dag erindi frá Vatnajökulsþjóðgarði og Umhverfisstofnun
þar sem óskað eftir áliti sveitarstjórnar á nafninu Gígur fyrir gestastofu Vatnajökulsþjóðgarðs og Umhverfisstofnunar í Mývatnssveit. Vill einhver taka til máls hér? Gjörðu svo vel, Ragnhildur. Takk Ágúti. Mér langaði bara til þess að lýsa ánægju með val á nafni á þessa stofnun, þetta hús. Þetta náttúrulega stendur í jaðri Skútustaðagíga og passar einstaklega vel. Við höfum náttúrulega vanist í að kalla þetta Gíg eftir að þetta var Hótel Gígur og þetta er bara, ég fagna þessari beiðni. Takk. Takk fyrir það, Ragnhildur. Þeir sem geta samþykkt eftirfarandi bókun, vinsamlegast gefið merki. Sveitarstjórn lýsir ánægju sinni með að nafnið Gestastofan Gígur verði formfest, enda hefur nafnið mikla skírskotun til þessa svæðis. Þeir sem samþykkja, það er samþykkt samhljóða, takk. Næsti liður á dagskrá, það er 7. liður og það er gjaldskrá fyrir Þeistareykjaskála. Það er lagt fram minnisblað stöðu skálans eða Þeistareykjaskála og tillögu að breytingu á gjaldskrá fyrir gistingu í skálanum. Lagt er til að samþykkt verði ný gjaldskrá fyrir gistingu í skálanum fyrir árið 2023. Að verð á gistingu verði 4.500 krónur per nótt og verð fyrir hest verði 500 krónur á sólarhring. Vill einhver taka til máls undir þessu lið? Arnór, gjörðu svo vel. Já, oddviti, ég held að þetta sé hið besta mál, svona sem fyrsta skrefið í málefnum skálans á Þeistareykjum. Okkur er alveg ljóst að það þarf að fara í verulegar endurbætur á skálanum og viðhald, en núna liggur á að ákveða verð á gistingu fyrir sumarið vegna innkominna bókana, þannig að menn viti að hverju er ganga, og svo þurfum við í næsta skrefi að ákveða hvað við ætlum að gera í viðhaldi og hvernig við ætlum að reka skálan til framtíðar. Takk. Takk fyrir þetta, Arnór. Við tekum undir það sem að hér hefur komið fram, að skálin það er komið þarna þörf á þó nokkru viðhaldi og við getum átt von á því að þarna aukist umferðin mikið í kjölfar nýs vegar. Þannig að það er líka ástæða þess að það er hugsanlega þörf á því að hækka gjaldið. En þeir sem að geta samþykkt þessa nýju gjaldskrá fyrir Þeistareykjaskála, það er að verð fyrir nóttina sé 4.500 krónur og verð á hest á sólarhring sé 500 krónur, vinsamlegast gefið merki. Og það geta allir samþykkt það, takk. Að þá felur skrifstofustjóra að birta gjaldskrána á heimasíðu sveitarfélagsins. Næsta mál á dagskrá, það er 8. dagskrárliður. Borist hefur erindi frá sýslumanninum á Norðurlandi eystra, dagsett 8.3.2023, þar sem óskað umsagnar sveitarstjórnar við umsókn Svörtuborgar ehf. Leyfi til reksturs gististaðar í flokki 4B, sem sagt stærra gistiheimili. Einhver sem vil taka til máls hér? Nú svo er ekki og þá er lagt til að eftirfarandi bókun að sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við að beðið leyfi verði veitt og þeir sem geta samþykkt það, vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. 9. liður á dagskránni í dag var það fjárhagsáætlun og lagður fram viðauki nr. 3 við fjárhagsáætlun ársins 2023. Það eru endurbætur við slökkvistöðina á Laugum að fjárhæð 4 milljónir króna og örlítið þessu til útskýringar að það var vegna krafna frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun að þá var gerð kostnaðaráætlun varðandi þær breytingar sem að gerðar voru kröfur að yrði komið í lag
kostnaðaráætlun að gerða fyrir hluta ársins 2022 og hljóðaði upp á 17 milljónir. Nú er verið að hefja þær framkvæmdir rúma ári síðar og við uppfærslu þá sem sagt er þörf á því að hækka kostnaðaráætlun 4 milljónir. Einhver sem vil taka til máls hér? Arnór, gjörðu svo vel. Já, oddviti. Svona aðeins til þess að við gerum okkur ljóst að þessar endurbætur eru þarfar og raunar löngu tímabærar og hafa legið fyrir sveitarstjórn fyrir Þingeyjarsveitar talsverðan tíma, að þá er þetta ítrekka það að þessar umbætur snúast það að bæta aðstöðu þess fólks sem gefur kost á sér til að starfa í slökkviliði sveitarfélagsins á þess að fá fyrir það verulega þóknun. Og þetta er þrýstingur á bætt starfsumhverfi þeirra einstaklinga. Takk. Takk fyrir það, Arnór. Fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki. Þeir sem geta samþykkt framlagðan viðauka að fjárhæð 4 milljónir sem að mætt verði með handbæri fé, vinsamlegast gefið merki. Og hann er samþykktur samhljóða. Á næsta dagskrá er erindi varðandi breytingu á þjónustu Íslandspósts. Það hefur borist erindi frá Byggðastofnun vegna breyttrar póstþjónustu í sveitarfélaginu. Í ljósi þessa umfang afgreiðslna hefur dregist verulega saman hyggst Íslandspóstur leggja af hefðbundna póstþjónustu í Reykjahlíð og á Laugum, en í hennar stað mun pósturinn bjóða upp á þjónustu póstbíls og settar upp póstbox á báðum stöðum, þannig að íbúum er áfram gert kleift að nýta póstþjónustuna þótt hún verði í öðru formi en áður. Breytingin mun taka gildi við lok núgildandi samning sem er þann 31. ágúst næstkomandi. Áður höfðu starfsmenn forstöðumenn frá Íslandspósti fundað með þáverandi sveitarstjóra til þess að kynna forstöðumennu sveitarfélagsins þessi áform. Eru einhverjir sem vilja taka til máls undir þessum lið? Jóna Björg, gjörðu svo vel. Já, takk, oddviti. Ég held að það sé bara rétt við svona tilefni að þetta er leiðilegt þegar að dregst saman þjónusta á svona opinberum vegum og þótt að þetta sé kannski ákveðin svona merki tímans að eðli þjónustuna breytist, þá tel ég líka bara rétt að svona halda því til haga og reyna að miðla þeim upplýsingum sem eru til staðar það hvernig þessi þjónusta mun breytast og sama tíma sveitarstjórn og sveitarfélagi standi vörð þá starfsemi sem er hérna í sveitarfélaginu. Takk fyrir það, Jóna Björg. Það er lögð til eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn telur mikilvægt að við þessa breytingu skerðist ekki þjónusta við íbúa svæðisins. Sveitarstjórn telur þó afturför þegar opinber starfsemi dregst saman í sveitarfélaginu. Þessi geta samþykkt þessa bókun, vinsamlegast gefið merki, og hún er samþykkt samhljóða. 11. liður á dagskrá. Þar er lögð fram fundargerð fyrsta fundar stýrihóps skólastefnu frá 28. febrúar síðastliðinn. Einhver sem vill taka til máls? Svo er ekki. Sveitarstjórn fagnar því að vinna við nýja skólastefnu sé hafin og hvetur íbúa sérstaklega til þess að taka þátt í auglýstum íbúafundum sem að muni fara fram í apríl og auglýsing það er á heimasíðu sveitarfélagsins. En að öðru leyti er fundargerðin hér lögð fram til kynningar. Dagskráliður númer 12. Það er styrkbeiðni vegna
tónleikahaldsins í dymbilviku Músík í Mývatnssveit. Það er lagt fram bréf frá Laufeyju Sigurðardóttur þar sem hún óskar eftir því að sveitarfélagið standi straum af kostnaði við að stilla hljóðfæri fyrir hátíðina Músík í Mývatnssveit sem fara fram í dymbilviku. Kostnaðurinn felur í sér flug- og bílaleigubíl ásamt stillingu heildar og er áætlaður heildarkostnaður 115.000. Einhver sem að vill taka til máls undir þessum lið? Ragnhildur, gjörðu svo vel. Takk, oddviti. Gamla sveitarfélagið Skútustaðahreppur var virkur stuðningsaðili Músíkur í Mývatnssveit síðan bara fyrir, ég veit svo sem ekki hversu löngu. Og þetta er gríðarlega mikilvægur þáttur í menningarstarfi á svæðinu. Og þetta er sérst bæði tónleikar hér í Skjólbrekku og einnig í Reykjavíkurkirkju og þarna er verið að flytja inn heimsklassa tónlistarfólk og það er frábært ef að sveitarfélagið getur að þessu sinni sér sér fært að styrkja verkefnið þetta, þessa stillingu á flíklinum og fleira. Og svo kannski þurfum við bara einmitt í vinnunni við samræmingu og samruna sveitarfélagana beggja að skoða hvernig við gerum það í framtíðinni. Takk, Ragnhildur. Ég tek undir það að er fleiri sem vilja taka til máls. Ég ætla aðeins að fá að segja eitt orð, bara taka undir að þetta er ómetalegur viðburður, þessi tónlistarhátíð. Hér er verið að bjóða upp á, eins og Ragnhildur sagði, bara heimsklassa tónlistarfólk og bara alveg gríðarlega lyftistöng fyrir tónlistarlíf eða menningarlíf í sveitarfélaginu. En Jóna Björg, þú hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Já, takk oddviti. Mér langaði bara til þess að lýsa yfir ánægju minni með það að sveitarfélagið taki jákvætt í að stilla hljóðfæri og bendi á að það eru fleiri flíklar sem að væri vert að nýta svona tækifæri til að stilla. Takk fyrir það og mjög góður punktur og því að eins og fram hefur komið stundum hjá okkur að þá er Þingeyjarsveit trúlega það sveitarfélag sem á flesta flíkla, allavega per höfðatölu. Þannig að þetta er mjög mikilvægt og langar vegalengdir sem að einmitt gera það verkum að við reynum að nýta ferðir píanóstillingamanna á svæðið. En eftirfarandi bókun, varðandi þessa styrkbeiðni er lögð til að í kjölfar sameiningu Skútustaðahrepps og Þingeyjarsveitar stendur yfir viðamikil samræming og stefnumótun í öllum málaflokkum og meðan að henni stendur er tekin afstaða til hvers erindis fyrir sig að samræmingarvinnu lokinni verður erindum sem þessu vísa til afgreiðslu viðkomandi nefndar en sveitarstjórn samþykkir að greiða fyrir stillingu á hljóðfæri í Skjólbrekku og þeim kostnaði sem af því hlýst á þessu sinni. Þeir sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Takk fyrir það. 13. liður á dagskránni í dag. Það fjallar tímabundna skipan í nefndir, ráð og stjórnir vegna leyfis frá sveitarstjórnarstörfum. Á síðasta fundi sveitarstjórnar var Helga Héðinssyni veitt tímabundi lausn frá störfum í sveitarstjórn til loka september 2024 og vegna þessa tímabundna leyfis, eða er einhver sem vill kannski taka til máls hér? Og svo er ekki. Vegna tímabundins leyfis Helga Héðinssonar er lögð fram eftirfarandi tillaga að skipun að á landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga verði Arnór Benónýsson aðalmaður og á þing samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi eystra eða SSN verði Arnór Benónýsson varamaður. Þeir sem geta annað verður óbreytt og þeir sem geta samþykkt þessa tillögu vinsamlegast gefið merki og hún er samþykkt samhljóða.
14. liður á dagskrá í dag er skýrsla sveitarstjóra. Ragnheiður Jóna, gjörðu svo vel. Oddviti og sveitarstjórnarfulltrúar. Síðastliðinn föstudag lauk ég heimsóknum í stofnanir sveitarfélagsins. Þetta hafi verið afar gagnlegar heimsóknir þar sem ég kynnst rekstri stofnananna og þeim verkefnum sem þær standa frammi fyrir sem eru mörg og ólík. En forstöðumennirnir hafa metnað og skýra sýn á rekstur sinna stofnana sem var ánægilegt að sjá. Og ég hélt fyrsta starfsmannafund með öllum starfsmönnum skrifstofunar í síðustu viku og sammæltust við að hafa starfsmannafund hálfsmánaðarlega þar sem farið verður yfir þau verkefni sem eru í gangi hverju sinni og með þessu er meðal annars markmiðið að auka upplýsingaflæði til starfsmanna stjórnsýslunnar þannig þeir séu betur í stakk búnir til að svara þeim fyrirspurnum og erindum sem koma inn á skrifstofu sveitarfélagsins. Nú í vikunni var haldið metnaðarfullt umhverfis- og lýðheilsuþing í Stórtjarnarskóla sem ég og oddviti sóttu að því tilefni afhentu við umhverfisviðurkenningu sveitarfélagsins sem féll að þessu sinni í skaut Stórtjarnarskóla. Fréttir þetta tvennt má finna á heimasíðu sveitarfélagsins. Og ég hef eins og áður setið allnokkra fundi fyrir hönd sveitarfélagsins og þar ætla ég helst að nefna að sveitarstjóri Norðurþings ásamt félagsmálastjóra, fjármálastjóra og starfsmenn skólaþjónustu komu hér upp á Laugum til fundar við okkur og við fórum yfir samninga og sameiginleg verkefni sem eru í gangi og hluta fundinu satt hún með mér Ásta sem er verkefnastjóri fjölskyldumála því að verkefnin sem að við erum með í samvinnu við Norðurþing falla mikið undir hennar starf. En þetta var góður og gagnlegur fundur og sérstaklega fyrir okkur sem eru að koma svona nýjar að málunum eins og okkur Ástu. Síðan satt ég fjarfund þar sem mennta- og barnamálaráðherra kynnti landsteymi farsæld barna. Ég satt föstudagsfund SSNE þar sem að kynnt voru áhersluverkefni sóknaráætlunar Norðurlands eystra og ég og oddviti sátum fund héraðsnefndar Þingeyinga þar sem að nú er aðalverkefnið að undirbúa niðurlögn á nefndinni og sem á undirbúa vorfund framkvæmdastjórnar héraðsnefndarinnar. Ég og oddviti höfum einnig setið fundi vegna leigu á hluta af landi Kálfastrandar. Síðan kom Jóhann skólastjóri Þingeyjaskóla til okkar, átti fund með okkur málefni skólans. Í morgun áttu við svo, ég á samt hluta úr sveitarstjórn, fund með Minjastofnun málefni Hofstaða í Mývatnssveit þar sem að Minjastofnun er að kanna hug sveitarstjórnar gagnvart þátttöku í umsýslu og rekstri Hofstaða. Ég hef líka verið í samskiptum við leigufélagið Bríet sem er að ganga frá kaupum á 2 íbúðum í Lautavegi á Laugum og við erum líka núna í samtal við Braukhauses kaup á 2 íbúðum í Reykjahlíð. Svo er það náttúrulega þessi viðvarandi verkefni sem eru að mörgu leyti ósýnileg sem framfara í stjórnsýslunni og þau snúast meðal annars endurskipulagningu verkefna, ýmist samþætting og fleira sem tengist sameiningunni og þessi verkefni eru að taka ótrúlegan tíma. Auk þess hef ég setið nokkra minni fundi, fengi fjölmörg símtöl, heimsóknir og ég náði aðeins að líta inn á fund fræðslunefndar og ég held áfram að heimsækja þær nefndir sem ég á eftir að koma til, svona eftir því sem tími gefst og fundir eru haldnir. Ég held að þetta sé svona það helsta sem að ég hef verið að dunda við frá síðasta fundi. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, sveitarstjóri. Einhver sem vil taka til máls? Eyþór, gjörðu svo vel. Oddviti, ég þakka sveitarstjórunum fyrir þessa skýrslu eða skýrslu en annars þá langaði mig bara að leggja til að hér eftir er þessi skýrsla sett fyrst á dagskrá sveitarstjórnarfunda þegar þar sem að
þannig að þeir sem að hlusta á fundinni geti gengið út frá því að þetta sé klukkan 1 á þessum dögum ef að þeir vilja hlusta á þetta en ekki hitt. Já, þetta verður bara ljómandi góðu punktur. Við tökum hann, bara byggjum sveitarstjóra að taka hann til athugunar, skoðunar. Síðan eru hér tveir dagskráliðir eftir og það eru fundargerðir nefnda. Það er sem sagt fundargerð 8. fundar fræðslu- og velferðarnefndar er lögð hér fram í dag frá 15. mars. Fundargerðin er í 7 liðum og það eru liðir 2, 3, 4, 5 og 6 sem þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar. Aðri liðir eru lagðir fram til kynningar. Fyrsti liður til afgreiðslu varðar málefni Reykjahlíðaskóla. Tillaga að bókun er svo að sveitarstjórn tekur undir áhyggjur nefndarinnar og mikilvægi þess að finna lausn á þeim vanda sem að leikskólinn stendur frammi fyrir. Nú þegar hefur sveitarfélagið staðfest kaup á 2 íbúðum við Klapparhraun 9. Einnig í gangi viðræður kaup á 2 íbúðum til viðbótar. Sveitarfélagið einnig í viðræði við Brák HC aðkoma byggingu íbúða í Reykjahlíð en ljóst að leita þarf leiða til að leysa húsnæðisvanda til skamstíma. En fyrir þá aðeins til að skýra málið og þá snýst þessir erfiðleikar snúast fyrst og fremst að manna stöður og í fjölmörgum tilfellum kemur það fyrir að það er að koma áhugaverðar umsóknir, starfsumsóknir en frá fólki sem hefur hugsanlega áhuga á því að flytja í sveitarfélagið en það finnst ekkert laust húsnæði. Mér langar einmitt til þess að bara grípa tækifærið og verða við ákalli nefndarinnar það að sveitarstjórn beini því virkilega til íbúa í sveitarfélaginu sem að eiga húsnæði sem eru hugsanlega í lítilli notkun og eru jafnvel tilbúnir til þess að leigja til skamms tíma vegna þess að við sjáum fram á að með haustinu og frá hausti og fram yfir áramót þá muni íbúða framboð í Mývatnssveit eða Reykjahlíðarþorpi aukast verulega. Það er að fara fjölmargar byggingar íbúðir í byggingu en fram á þeim tíma ef að einhver getur hugsað sér að leigja húsnæði sitt þá bara væri við svakalega þakklátt ef fólk vildi hafa samband við okkur á skrifstofunni. Einhver sem vil taka til máls hér undir þessum lið? Svo er ekki. Þá er lögð til eftirfarandi bókun að eins og ég las upp áðan að sveitarstjórn tekur undir áhyggjur nefndarinnar og síðan sem ég sagði að sveitarfélagið hefur staðfest kaup á 2 íbúðum við Klapparhraun 9 og einnig í gangi viðræður kaup á 2 íbúðum til viðbótar og sveitarfélagið síðan í viðræðum við Brák aðkomu að byggingu íbúða í Reykjahlíð. Ljóst eins og ég sagði, að leita þarf leiða til að leysa húsnæðisvanda til skamstíma. Þessi geta samþykkt með sælega gefið merki. Takk fyrir það er samþykkt samhljóða. Næsti liður sem er til afgreiðslu hjá okkur úr fundargerð fræðslunefndar, það er uppfærsla á reglum skólavist utan lögheimili sveitarfélags og nefndin hefur gert smávægilegar breytingar á fyrirliggjandi reglum. Lagt er til að, eða er einhver fyrirgefiði sem vil taka til máls? Svo er ekki. Lagt er til að sveitarstjórn samþykki fyrirliggjandi reglur og feli verkefnastjóra fjölskyldumála að birta þær á heimasíðu sveitarfélagsins. Og þeir sem samþykja, þetta er samþykkt samhljóða. Næsti liður úr fundargerð fræðslu- og velferðarnefndar er uppfærsla á reglum varðandi umsóknir tónlistarnám í öðrum sveitarfélögum og þessar reglur eru staðfestar af fræðslunefnd
Lagt til að sveitarstjórn samþykki fyrirliggjandi reglur og feli verkefnastjóra fjölskyldumála að birta þær á heimasíðu sveitarfélagsins. Þeir sem geta samþykkt það, gefi merki. Það er staðfest, samhljóða. Þriðja lagi eru hér uppfærsla eða endurskoðun á reglum leikskólavist í öðru sveitarfélagi sem að fræðslu- og velferðarnefnd hefur samþykkt fyrir sitt leyti. Lagt til að sveitarstjórn samþykki fyrirliggjandi reglur og feli verkefnastjóra fjölskyldumála að birta þær á heimasíðu sveitarfélagsins. Og þeir sem geta samþykkt þessar reglur og það er samþykkt samhljóða. Næsti liður úr fundargerð fræðslunefndar sem þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar. Það er erindi frá Þingeyjaskóla þar sem óskað er eftir auknum vegna beiðni frá Þingeyjaskóla vegna hefur komið þörf vegna aukins stuðnings við nemanda og fræðslu- og velferðarnefnd hefur samþykkt fyrir sitt leyti að fallist verði á beiðnina aukinn stuðning og lagt til að sveitarstjórn staðfesti tillögu fræðslu- og velferðarnefndar aukinn stuðning og feli skrifstofustjóra að gera viðauka við fjárhagsáætlun vegna aukins launakostnaðar. Þeir sem geta samþykkt það er samþykkt samhljóða. Og þá er þeim fundarliðum sem að kröfðust afgreiðslu sveitarstjórna lokið úr fundargerð fræðslu- og velferðarnefndar. Síðasti liður á dagskrá sveitarstjórnarfundar í dag er fundargerð skipulagsnefndar og það er 10. fundur skipulagsnefndar sem haldinn var 15. mars síðastliðinn og fundargerðin er í 12 liðum. Og það er liður númer 2 sem þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar. Aðri liðir eru lagðir fram til kynningar. Afsakið. Þú biður orðið. Gjörðu svo vel, Einar. Já, oddviti, ég lýsi yfir mögulegu vanhæfi mínu vegna sem starfsmaður Landsvirkjunar á Mývatnssvæði af því að málið sem er til umfjöllunar snertir Landsvirkjun. Já, takk fyrir það, Einar. Þeir sem að taka undir það að Einar sé vanhæfur að fjalla málið sem snertir einmitt Landsvirkjun eða er beiðni frá Landsvirkjun, vissalegast gefið merki og það eru sem sagt 3 sem að telja Einar vera vanhæfan. Arnór hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Já, oddviti. Afstaða mín í málinu og þess vegna til ég Einar ekki vera vanhæfan er það að þetta mál er bara til umfjöllunar og ég tel hann alls ekki vanhæfan til að fjalla málið. Við erum ekki að afgreiða hér neitt mál sem að geti tengst hans hagsmunum sem starfsmanns Landsvirkjunar. Þannig við þurfum bara svona vera meðvituð það að ofnót ekki vanhæfis dæmið, heldur bara vera með á hreinu og mjög gott að Einar vekur athygli á þessu, en mér finnst ekki vanhæfi að ræða í þessu tilfelli. Takk fyrir það, Arnór. Nú þá óska ég aftur eftir við endurtökum þá atkvæðagreiðslu. Þeir sem að telja Einar Örn vera vanhæfan til þess að fjalla málið, vinsamlega skefið merki. Og það er enginn sem að telur Einar vera vanhæfan, þannig að hann situr hér áfram og tekur þátt í afgreiðslu eða umfjöllun þetta mál. Inngangurinn.
Tekinni fyrir fyrirspurn dagsett 13. mars frá Axel Val Birgissyni fyrir hönd Landsvirkjunar, þar sem þess óskað að skipulagsnefnd taki afstöðu til framkvæmdar vegna lagningu slóða og útfærslu borplans þar sem áformað að bora hitastigulsholu vegna rannsókna og jarðhita sunnan til í Bæjarfjalli á Þeistareykjum. Vill einhver taka til máls? Arnór eða Jóna gera svo vel. Já, takk á þetta. Ég ætlaði bara að gera það tillögu minni eftir svona líka ekki síður í samræmi við umræður og fundi skipulagsnefndar að vísa þessu máli bara áfram í samtal hjá samstarfsnefnd sveitarfélagsins og Landsvirkjunar sem svona kannski heppileg vettvangur fyrir málefnið. Takk fyrir það. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki. Fram komin tillaga að sveitarstjórn vísi erindinu til umsagnar samstarfshóps Landsvirkjunar og Þingeyjarsveitar. Þeir sem geta samþykkt vinsamlegast gefið merki. Og það samþykkt samhljóða. Takk fyrir það. Og þá dagskráin tæmd í dag og ég þakka ykkur fyrir þátttökuna og slít fundi.